Svo ég að spila þarna í bandi sem við kallum bandið bak við eyrað. Já. Það svona meira akústískt sko. Já. Það var kassagítar þá? Já, það með kassagítar. Þá voru hérna Diddi Fila sko, Óli Flosa með basturhljóðfæri, Ása Lín söngkona og Súsanna Búndæði píanisti. Og þetta svona öðruvísi nálgun svona á bílalögunum. En mjög skemmtilegt. Það hefur verið mjög vinsælt og vel sótt í tónleikar hjá okkur í sumar og haust. Er það eitthvað sem þú manst eftir í sambandi við þennan gítar eða magnarann, svona sérstakt? Þetta bara búið að þú ert búinn að eiga þetta og þetta ekkert, þetta náttúrulega lent í ýmsu. Já, reyndar seldi ég hann á sínum tíma en... Gítarinn? Já, en það skipti yfir einhvern annan sko. Já. En færði hann aftur tilbaka? En svo fæ ég hann aftur seinna, dálítið löngu seinna sko. Já. En ég man eftir einu sem þegar ég keypti gítarinn, þá var mér sagt að það var ekkert mál að breyta honum í 6 strengja bassa. Já. Það fylgdi sem sagt með. Já, það var svona auka svona hítus. Já. Það var svolítið svona interessant svona. En þú fórst aldrei út í þá aðgerð? Nei, ég fór aldrei út í þessu. Nei. En þeir voru náttúrulega til bassarnir þarna, 6 strengja bassar. Já, það voru til einhverju svona. Sem voru þá með fyrsta strengin Til dæmis Fender og, já. Bílarnir notuðu eitthvað 6 strengja bassa. Já. George Harrison hafði spilað stundum á bassa, 6 strengja bassa. Já. Á meðan Paul var kannski á píanói. Já. Og svo diskomagnarinn, hann náttúrulega alveg bara, og hann náttúrulega, þetta lampamagnarinn. Já. En hann sko... Það margir lampar í mig, hann bara alveg pjúra lampamagnarinn. Og hérna reverb, með að segja. Já. Og tremolo. Já. Tremolo voru náttúrulega bara, þau fylgdu öllum mögnunum á þessu tíma. Já, það var alveg standard bara þannig á þessum árum sko, 60, myndi 60 og 70 sko. Og þetta svona magnari og kannski eitthvað aðeins ódýrari gítar. Það hefði geta verið fermingakittið, svona þessi fermingagítarleikarinn á þeim tíma var hugsan á þó, það hefði verið mjög dýrt samt, mjög dýr. Það var ekkert verið að gefa svona fermingagjafir. Nei, kannski. Það voru engir að fá sér svona græjur nema þeir sem voru virkilega ætluðu sér eitthvað meira. Já, ég býstu því sko. En manstu munin til dæmis á verðinu sko á Höfner-gítar og Fender-gítar? Já, Fenderinn var örugglega svolítið dýrari sko. Helmingi dýrari eða var munin? Kannski, já, mestalegi helmingi dýrari. Já. En þú fílaði hann bara, þess ekkert, liturinn náttúrulega flottur. Já, mjög flottur. Þannig að það hefur svona, já. Já, þetta náttúrulega langt síðan, maður ekki alveg hvort að þessi gítarar sem ég skoðaði, þeir voru kannski sumir eitthvað aðeins ódýrari en þessi sko. Já, svo þegar ég seldi þennan þá keypti ég reyndar Egmont gítar sem ég notaði eitthvað ekki mjög lengi, 1 ár kannski. Síðan eignast ég Burns gítar. Já, svona eins og Bílarnir voru með kannski. Já, eða Shadows. Shadows, já, einmitt. Og Hljómar líka. Og Hljómar, akkurat. Það með svoleiðis gítar einhvern tíma líka. Svo það maður svo vitlaust maður seldi þessa gítara sko. Og svo keypti ég reyndar það hefur verið árið 1969. Þá var ég að spila hljómsveit sem heit Flakkarar. Það var með þessi Egil Eðvarsson á hljómborð. Já. Þá var ég kominn með Gibson ES 335. Já, mitt. Það var svona kannski Börri sem var mjög góður. En þessi Gibson var bara, þá var hann reyndar svolítið tísku fyrirbrigði sko. Margir voru með þetta. Mjög margir, já. Og þetta var svona svolítið flaggskipið hjá Gibson. Það var, já. Mjög margir á þessum tíma. Það voru með þess að fleiri með þetta heldur en Les Paul. Já, einmitt. Þó að þeir voru svona aðeins komnir líka svona inn í myndina. En þennan gítar mátaði ég mikið á þessum árum sko, 69 til dæmis ég að spila með Rooftop 74 líka.
Já, þá varstu með svona Nota hann eiginlega eingöngu. Ég átti reyndar Fender Stratocaster líka á þeim tíma. Báðir þessi gítar voru framleiddir voru með ártalið 64 skráð. Já. Og þú notaði, hvernig magnarum notaði þetta á Vic Gibsonin? Nei, ég var með Fender. Þú varst með Fender magnara? Já. Þeir voru nú ekkert rosalega algengi, þá menn voru annarkvæmt með Marshall eða... Marshall voru algengari sko. 30. Það voru einn og einn sem ég man að hérna Vigný Bergman notaði mikið reynda Vox AC30 og svo seinna svona Fender, það svipað á minn sko. Það var svona harðara sándi í Fendernum. Já, en það skilaði sér líka vel í gegn. Já, það fór í gegn. Já, einmitt. Já, þetta voru mjög vinsalegir þetta. Og nú eru þeir að koma aftur, þetta fer alltaf í hringi. Nú eru þeir kosta ótrúlegar upphæðir, góðir ES-gítarar. Já, í dag, já. Það ekki alltaf undir hálfur milljón, sko. Ég ætlaði að kaupa svona gamla, sko. Ég ætlaði að reyna að eignast aftur svona hljóðfæri.